Back to the Future 2 laug að okkur hvað var það sumatriði. Hún spáði alveg sumu réttu eins og flatskjá sem allstaðar í dag og vídeospjalli sem mjög vinsælt í dag. Unga kynslóðin hefur tileinkað sér þá tækni í gegnum Snapchat með tilheyrandi regnbogaælu og þeir spáðu líka fyrir hologram tækni en þeir gerðu ekki svona fljúgandi hákarl eins og í Back to the Future heldur gerður risastóran Michael Jackson sem þeir létu syngja á tónleikum sem töluvert meira skeri heldur en fljúgandi hákarl. En myndin aðalega klikkaði á atriðum. Okkur var til dæmis lofað lýtalækningum sem virka, sem eru ekki ennþá til. Í dag ekki hægt að fara í lýtalækningu á þess að líta út eins og svipbrigðalaust skrímsli, svona sem maður sér í The Real Housewives of Who Cares. Þeir lofaðu okkur sjálfreimandi skóm sem með skilstreindar að sé að fara að koma á markaðinn rétt bráðum. Það verið að þróa sjálfreimandi skóm fyrir íþróttafólk sem nennir ekki að reima skóna. Það nefnilega til íþróttafólk sem nennir ekki að reima skóna. Og þeir lofaðu okkur fljúgandi bílum sem ég ennþá að bíða eftir vegna þess að það töluvert betra að vera fljúgandi bíl heldur en dekkjabíl. Að vera takmarkaður við þyngdarafl, það bara lame. Að geta komist í kringluna að svo spá í hvort sé betra að fara bústaðaveginn eða hringbraut, það winning. En það þýðir ekki að heimurinn hafi ekki batnað. Það hefur fullt af flottu dóti poppa upp síðustu ár, til dæmis snjallsímar og snjallsímar. Já, bara snjallsímar, það það eina sem hefur breyst. Við erum öll með flatskjá í vasanum sem fínt. Þú veist, mörgum finnst glata hvað allir alltaf í símanum, eða allir alltaf að kvarta á Facebook. En ekki betra að fólk gubbi sinni gremja á Facebook heldur en framan í hvort annað? Allavega, Blade Runner 2049, hún gerist eftir 32 ár. Það fljúgandi bílar í henni, þannig að það ennþá tími.